Tryggvi, þá það seinni hluti undankeppni HM 2027 í Katar. Ykkur hlýtur að líða vel að vera komnir á þetta stig að fara að spila á móti þessum þjóðum núna á þessu tímapunkti. Já, þetta náttúrulega var markmiðið fyrirparta þessari keppni og erum núna komin á næsta riðil og erum bara spenntir yfir því. Hörkuliðið eftir náttúrulega og erfiður riðill á mínu mati, þannig að þetta bara alveg með challenge. Fáum núna þennan tíma til að æfa saman og æfingarferð til Finnlands sem ekki það sem að, ég meina ekki bara þið, mörg lið þurfa bara að díla við þetta í 4-5 daga kringum. Ekki gott að fá þennan tíma með liðinu núna? Jú, það mjög gott, sérstaklega komandi svona úr sumarfrí. Það gott að fá einn æfingarleika með Finnlandi, aðeins svona til að hrista off-seasonið af manni og koma sér í gírinn og það bara mjög jákvæmt að geta gert það og verður spennandi að spila móti Finnlandi. Þetta eitt af Norðurlandaþjóðunum sem við berum okkur vel á móti, held ég. Finnland náttúrulega oft talið sem besta Norðurlandaþjóðin, þannig að það verður gaman að spila móti þeim. Og síðan bara beint í útileika móti Serbíu sem verður náttúrulega bara ekkert grín og við ætlum bara að reyna að gera okkar besta þar og síðan náttúrulega heima á móti Tyrkjum og það getur allt gert og það gekk vel síðast þegar við spilum móti þeim, þannig að þetta er bara spennandi. Ofsalega sterkar, við erum ekkert að draga út tennurnar eða neitt en þetta eru þrjár mjög sterkar þjóðir sem við spilum, 2 í keppni og Finnland með Lári markarann þannig að ekki gaman að fá að spila á móti svona sterkar þjóðum eins og segir, Serbía út í Serbíu. Jú, það er náttúrulega bara gaman, en það er náttúrulega mjög erfitt á sama tíma og verður náttúrulega brjálu áskorun að geta gert vel þarna úti en ég treysti bara að við munum gera eins og við gerum alltaf og látum þessar þjóðir hafa fyrir því og hvað veit maður ef maður að stela 1 eða 2 sigurum, það er aldrei að vita. Spilað á móti, þið hafið gegnum ára náttúrulega bara spilað á móti 5 risastóru nöfnum í körfuboltaheiminum en það er ekkert að hverjum degi sem spilað á móti verðmætasta leikmenn NBA-deildarinnar í raun og veru. Verður ykkur gaman að fá að kljást við einhverju öðru? Jú, ef hann mun spila þá er það bara algjör forréttindi að pröfa að spila á móti honum. Það verður náttúrulega mjög erfitt á sama tíma og mjög krefjandi en til þess að maður í körfu og er að pröfa að spila á móti þessum stjörnum og við tökum bara því sem eins og hver annar áskorun og reynum bara að njóta þess að fá þennan heiður að spila á móti honum en eins og segi, það er aldrei að vita með okkur, við getum alveg alltaf þess að koma á einhverjum óvart. En að heimaleiknum á móti Tyrklandi, íslenska landsliðið ykkar hefur svona núna á síðustu árum fyrir orðið bara mjög vinsælt lið á Íslandi. Hvernig finnið þið fyrir? Það er náttúrulega alltaf gaman. Við erum búin að nokkurn veginn hafa fulla höll á Íslandi bara mörg ár og það er náttúrulega bara algjör heiður og það var eitt skipti þar sem við fylgdum hann ekki og það var pínu bara svona, já, þetta gerst kannski ekki alla daga en það er kannski eðlilegt svona yfir sumarmánuðina, þá er erfitt að manna í höllina en það er bara gaman og við erum partur af þessari uppsveitu sem í körfunni á Íslandi, það er bara heiður og maður svona eignar sér smá part af því einhvern veginn að vera að gera sem við erum að gera en það er bara heiður að taka þátt í þessu öllu. Nokkur útileikir og svo heimaleikur á móti Tyrklandi. Náttúrulega gaman að fá enda þetta landsliðsferðalag þetta haustið heima í hellinu. Já, við bara eins og segi, ég vona að við höfum bara hörkuleik bæði úti og heima og náum að fylla í höllina og hafa gaman, byrja svolítið svona körfubolta tímabili aftur, þó að sé aðeins í tímabili hérna á Íslandi, en það er bara gaman. Bestu þakkir Tryggvi og gangi ykkur vel. Takk.